Góðan daginn, ágætu vinir. Við erum komin saman til að heyra í hverjum, þeim sem við erum að hlusta á hér á þessu stað undanfarna daga. Hann heitir Jesús. Þú þekkir hann eða ekki? Jú, þú þekkir hann og hefur gengið með honum í nokkurn tíma og ekki að fara neitt, trúi ég. Kristur heldur okkur, tengir okkur slíkum böndum að við viljum nú ekkert endilega hlaupa frá því. En þetta ekki baráttulaust og það líka allt í lagi að þurfa að hafa fyrir einhverju og vera tilbúin til þess að berjast fyrir einhverju. Sumir eru tilbúinir til þess að berjast fyrir hégómlegum hlutum. En við sem tökum á árinni með Drottni erum að berjast fyrir því góða, fagra og fullkomna og það ætti hver maður að vilja. En þetta átök, þetta barátta og þetta alls konar sem við erum í og viljum vera í af því við erum tengd Drottni Jesú og hans vilja. Hans vilji skýr, hans vilji að vera í hans ranni og í hans faðmi til að við getum núna átt þokkalegan dag og þokkalega stund og hann býður okkur hana og tryggir að svo sé, þar að segja, þegar við sækjum í hana. Og núna sóttum við í hana og viljum fá þessa tryggingu fyrir okkur að þessu leyti og það ekkert sem segir okkur annað en við fáum þessa tryggingu. Því að Drottinn góður, hann stendur við sitt 100% sem hann hefur lofað og hann hefur lofað okkur því að vera með í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur og það nú bara nokkuð góð biti, finnst mér allavega. Ég held að þú sért með sammála sem þekkir þetta jafn vel og ég. En við erum fólki sem sækjum í þetta. Við erum ekki fólki sem erum fjarlægt þessu. Þetta er fólki sem sækjum í þetta og viljum vera í þessu. Þurfum að hafa þetta okkar megin og vitum að svo og gerum það sem þarf til að allt sé eins og það á að vera. Við erum ekki að mæðast yfir hégómlegum hlutum, heldur mæðustum yfir því helst ef að fólk svona andhverft trúnni og kemur kannski gegn trúnni, það mæðir okkur kannski mest meira en nokkuð annað og það alveg eðlilegt því að trúin vill vera afl í okkur og það réttlætisverk að vilja trúnni veginn mesta í samfélaginu til að mynda og í okkar eigin lífi. En eins og við vitum þá þarf fyrir þess að hafa og við erum alveg tilbúin til þess að gefa tíma okkar í þetta. Við finnum að við þurfum á því að halda. Að verja tíma sínum með Drottni ekki sama og eyða tíma sínum. Það lítið mál að eyða tíma sínum, en það erum við ekki að gera, eyða tíma sínum til spillis eða ónýtis, en það erum við ekki að gera sem að ljá Drottni eyra. Því hann talar til lífsins sjálfs í okkur sem í hjartanu og það verður einhvern veginn uppörvað af og vill verja meiri tíma með honum sem þetta allt. Hann gefur mér margt til þess að vilja vera þeim megin. Trúin þetta þar sterkust og við viðurkennum það að trúin sé nauðsynleg eins og orðið tekur fram. En vitum að með ástunduninni þá
hefst þetta. Þetta hefst ekki með þeirri aðferð að, já, að bara gera einhvað með það sem við eigum. Nei, við erum vel að okkur í orði Guðs og förum eftir þeim reglum sem þar eru, og þá sjáum við ákveðin vöxt hjá okkur og ákveðin uppgang verða og ýmislegt að gerast jafnvel í samfélaginu og í kringum okkur sem að við á sinn hátt eigum engan þátt í en sjáum, en má rekja kannski til þess sem við eigum í hjarta okkar. Og þetta bæna lífsins sem við erum að biðja á hverjum tíma. Ég er nú þeirra skoðunar og veit vissu mínu þar að það er vart til svo kristna manneski sem ekki biður. Og biður meira heldur en minna. Það er svona mín reynsla af þeim málum öllu saman og hef ég svo sem tekið í bænastrengin með fólki oft og tíðum og yfirleitt geri ég það nú. Og það er svona verið allur gangur á því, en bænin hefur alltaf verið svona mín svolítið mikið. Alla tíð og alltaf. Ég veit ekki hvernig þínum málum er háttað að þessu leyti, en þetta hefur verið mitt hlutskipti svona á minni trúargöngu og mér finnst það bara gott. En það má alltaf auðvitað bæta sig þar og það er aldrei að vita nema að af því verði, en þetta er svona í dag. Það er engin stífla, ekki halda það, en svona er bara lífið. Það er svona, gengur í þess átt og í hinna og við erum bara í lífinu og fylgjum því á trúargöngun okkar, því að það er lífið. Og þetta er það sem við erum alltaf að segja við fólk, að vertu kristmegin í þessu og þá mun hann vel fyrir sjá, hann hefur lofað því, það er nú bara ekkert annað. Og Kristur er kannski ekki eins og ég, sem stend ekki alltaf við það sem ég segi, en hann gerir þetta alltaf. Og það er mjög mikil huggun í því að vera með þessa vissu að þekka einhvern sem stendur alltaf við það sem hann segir. En við eigum þessa fyrirmynd og eigum við þetta að gera það einnig, en gerum ekki alltaf og bregðum fyrir okkur afsökunum fram og tilbaka sem enginn er að biðja en við kannski, okkur finnst við þurfa að gera eitthvað til þess að, já, kannski losna bara frá einhverju, kannski naggi, kannski eigum við vona á naggi og berum fyrir okkur afsökunum þeim vegna, en það er ekkert alltaf meiningin á bakvið það hjá mönnum þó þau kannski einhverju á einhverju við okkur. Vera með eitthvað nagg við okkur, það er ekkert alltaf. En við bregðustum við svona og hins einn og að því við erum kannski vöndi að flýja. Að flýja er nefnilega nær manninum en margur hyggur. Það er eitt af því sem Drottinn vill að við hættum, það er að flýja. Og það get ég nú svona sagt mér til hrósa að maður gerir það nú æ sjaldnar að flýja, en þekkir það vel að fara þá leið, en hún er ekki til farsælda. Til fyrir en seinna þá verður maður að standa andspænis sannleikanum. Og við skulum bara byrja á honum hér og nú. Á einum stað og auðvitað fleirum segir að sannleikurinn sé sagna bestur, og sannleikurinn er magnað fyrirbrigði. Hvar stæðum við ef við hefðum ekki sannleikann til þess að leiðbeina okkur? Hvernig eigum við að rétta hlut okkar og sjá svona agnúna í hjá okkur sjálfu ef við fáum ekki sannleikann mál í verkin með okkur? Það þurfum við að hafa, það þurfum við að eiga, hann þurfum við að hafa og hann þurfum við að vilja. Kristur segir okkur sannleikann. En þó að hann segi sannleikann, þó eru þeir margir sem smáðan þrátt fyrir það. Gerðu lítið úr honum, en hann var bara að segja sannleikann.
Og þannig nú með blessaðan sannleikann þetta í dag að menn geta alveg gert lítið úr honum. Sumir menn reyndar gera lítið úr öllu og líka þá honum. En það ekki það sem við eigum að eltast við, heldur vera þeim megin í lífinu þar sem sannleikurinn talaður. Og sannleikurinn lífið í orði Guðs, Biblíunni, sem gerir að verkum að við þurfum að elska þetta orð Guðs. Þurfum að þrá að vera í þessu orði Guðs og leyfa því að leikum hjartað okkar fram og tilbaka, af því að það orð Guðs. Þú kannski þekkir ekki orð Guðs, en orðið þekkir þig. Og úr því að þú ert farin svona að gefa þig gaum, orðinu, taktu nú eftir þessu, að úr því að þú ert farin að gefa orði Guðs gaum, þá pottþétt að það byrjað að hnippa í þig. Og þegar orðið byrjar að hnippa í mann og annan, örugt að viðkomandi að vera harla nærri hjarta Guðs. Og hvenær það gerist að heilagur andi kemur og tekur sér bólfestu í viðkomandi ekki gott að segja og ómögulegt að segja til en þegar þú ert farin að gefa orði Guðs gaum, skaltu vita að Guð farin að hnippa í þig. Þetta get ég sagt sjálfur, því að ég var náttúrulega eins og þú, án Guðs og ekki fylltur heilugum anda eins og í dag. En ég man alltaf eftir því að á ákveðnum tímapunkti fór ég að heyra Guðs orð og ég fór að hafa áhuga fyrir þessu orði Guðs sem ég hafði ekki áður. Og kannski var sterkasta vísbendingin mín á einum stað, það var svolítið áður en ég frelsaðist, að það var manneska sem rétti mér Biblíu og líklega í fyrsta skipti sem ég las Biblíuna svona ykkur alvöru og ég fór með hana upp í rúm og las hana og það var nú ekki verið að lesa neitt skemmtilegustu kaflana, ég byrjaði bara á blaðsíðu 1 sem Mósebækurnar og ég get sagt okkur það að ég datt inn í söguna. 2 tímum seinna rumskaði ég og þá var ég enn að lesa. Maður bara gleymdi sér. Og ég sagði bara, vá maður, hvað ertu að gera? Og ég lokaði bókinni og opnaði hann ekkert aftur. Það var held ég haustið, þetta var vorið haustið, veturinn næsta, þá frelsaðist ég, þarna það kannski hálft ár á milli. Og þá sem sagt frelsaðist ég, opnaði auðvitað Biblíuna og hef lesið í henni síðan. En ég manna að áhuginn fyrir orðinu var til staðar en ég vissi ekki á hann fyrir ég fór að lesa. Hver staða þín megin, veit ég ekki. En sértu farin að hugsa og hlusta eftir orðinu, máttu vita að Guð farin að hnippa í þig. Þannig að þú ýtir því að sjálfsögðu ekkert frá þér, heldur fagnar. Og nú getur þú farið að hlakka til eftir því að Kristur að koma til þig, hann ætlar að búa í þig. Það verður þín stærsta gleðifregn og gleðistund, rétt eins og það var mín stærsta og merkilegasta gleðistund sem ég hef hingað til lifað. Svona Guð. Þetta svo Guð sem við erum að boða. Hann gerir þetta. Hann vinnur á þeim hraða sem hann vill vinna. Hann tekur engin vindtök á þessari leið. Þetta allt með markmiði. Það sem þú heyrir, ekki tilviljun. Það búið að stilla þessu öllu þannig upp. Hver minn þáttur í þessu, hann engin. Ekki nokkur. Guð sér allt í Jesú nafni. En ætlum við segjum bara ekki þessu loki núna, eins og ég segi, ég veit ekki hvað klukkan hvað lengi ég búin að tala, en það allavega einhverjar mínútur.